Sæl blessuð, verið velkomin í beina útsendingu hjá GT Akademíinu. Þetta Íslandsmeistaramóti í Hermikapastri 2026. Þetta sjötta umferðin. Þetta eiginlega síðasta umferðin, en við eigum eftir að halda umferð nummer 3, þannig að hingra aðeins. Þetta ekki búið. Herðu, tímatakkan, hvernig staðan á henni? Hún byrjuð, kæra fólk. Tímatakkan komin á stað. Við erum að horfa hér á Stefán Freyr Margrétarsson. Ekki tími komin inn hjá einum en einum. Það heyrist í mér þarna, maður sjá. Jepp. Hlustum þetta lag einu svona ennarlega. Já, það heyrist í mér, það lagi heyrist og allt hreyfist og gerist og gott. Hvað segir chatið? Hvernig eru þið góð eða? Gríðarlega spennandi keppni þetta síðast hjá okkur og nú eru stígin örlítið farin að breytast. Það eitthvað aðeins búið að gerast þetta síðan síðast. Kíkja á það. Patrik Magnússon leiðir þessa keppni ennþá, en í síðustu keppni þá var það Gunnar Karl sem sigraði og Patrik var í 3. sætinu. Já, núna Gunnar Karl örlítið nær. Sigurgeir Lúðvíksson ekki langt á eftir. Með 2 keppnir eftir þá getur allt gerst. Hákon Jökulsson rétt fyrir aftan. Svo er það Þórhallur og Alexander sem sitja hérna ansi þétt saman með sömu stígin. Aron Breki, Gunnlaugur og svo Fenrir Ponsi hérna rétt fyrir aftan og svo hefur Vernharður Rafnas í 10. sætinu. Aðeins neðar á listan fáum við Arnar Kristjánsson, Stefán Freyr Margrétarsson, liðsfélagarnir 2 Bjarni Jarl og Viktor Þórðarsson, svo er það Vigfús Hauksson og Arnór Jón Hlynsson. Sitja hérna í Hrúta Racing, hér eru nýlega liðið okkar. Svo er Jökull Einar Skúli Birgisson og Rúnar Reyni Einarsson. Reka hérna lestin í mótinu. Við fáum upp svona upplýsingaskí og svona eitthvað. Byrjaði að detta inn einhver sæti á mönnum, einhverjir tímar byrjaði að detta inn. 11 mínútur eftir að þessari tímatöku, svo það er nú að ná eftir. Þetta er Johnson. 8, let's go Rupes Bigfoot Racing Team. Stefán segir hann heldur með Stefán þessi. Velkomin í tjatti Johnson. Ég ætla að halda með Stefán líka. Ég ætla bara að gera það. Hann er hérna einn í liði. Reyndar er Hrútur hérna líka og Fenrir. Nei, Aron Breki er að nefst uppi líka. Þeir að fara rætt. Ef við gerum hérna að grípa ekkert. Það var ég ekki með eitthvað svona kvali. Þetta. Hvernig virkaði þetta síðan? Samanburðið við Gunnar Karl. Sjáum við að hérna kemur Hákon inn í pit. Nei, þetta er ekki Hákon sem bara inn í pit. Það er bara verið að taka tólestin inn í gang. 394 mil. Deibus! Það var bara stórslys hér í tímatöku. Alexander Hauksson náði að bæta tíma sinn sýndist mér og hoppa upp eitt sæti, en var þetta ekki hann sem var að dundra, eða var þetta Venni sem var að dundra á einhvern? Dundra á. Já, þetta var sennilega Venni sem var að dundra á hana. Það var, sem betur fyrir voru þetta ekki alvöru bílar, kæra fólk. Já, það Johnson. Þetta heldur með honum, ég skil. Það make sense. Blessaður. Já, Gunnar Karl í fyrsta sætinu, Aron Breki hérna í öðru. Réttu eftir honum er Hákon Jökuls. Venni hérna réttu eftir líka. Vá. Þetta er eins og áður mjög þétt seti í tímatökunni hjá okkur. Og Zoom. Læsilegt lifir hérna hjá strákunum í GT Akademíu deildinni. Nei, GT Akademíu. GT Akademíu liðin ætlaði ég að segja, sko. Smá bæjast yfir þessu, en frá hverju skipta hann ekki hata? Jú. Hér er Aron Breki. Sittur í augnablikinu í öðru sætinu. Þetta rétt fyrir aftan. Þarna var Alexander að hoppa upp sæti.
Engin Patrik Magnússon hér í dag. Hann komst ekki í dag. Sjáu hérna hvað Aron Breki að gera. Skellir sér upp í fyrsta sætið. Dup. Aron Breki. Dup. Og ég var að líma mig hérna við þessari fínu töflu hérna. Hérna Bjarni. Hvað gerir Bjarni? Svona, búm. Aron Breki trónir hérna á topnum. Komdu nú með eitthvað spennandi fyrir mig hérna. Viktor Þórðarsson. Bjarni Jarl, eru nálagt. Nei, það ekki neitt. Gunnlaugur Ásgrímsson hérna, hann að fara að koma yfir línuna eftir smástund. Sjáum hvað hann gerir. Já, 1:42, hann hefur verið bara. Þetta er warm-up. Þetta lítur að vera warm-up hjá kallinum. Það lítur að vera. Það eru Fenrir. Sigurgeir, fyrir mig og Sigurgeir. Hann að koma hérna á öskrandi, mígandi ferðan en ekki að... Hann bætti tíma sinni, það ekki? Jú, sæll. Komin upp í 4. sæti. Beint fyrir aftan Hákon Jökulsson, liðsfélagi sinn. Og þetta kemur Fenrir, skellir sér upp í 5. Nú þarf Vernharður, Gunnlaugur, Alexander, Vigfús, Stefán, Bjarni Jarl og Viktor að fara að gera eitthvað. Koma sér upp sæti. Hvað gerir Vigfús hér? Hækkar ekki upp sæti. Þessum hring. Það gerir Bjarni Jarl. Það er Bjarni Jarl að hoppa upp sæti. Bætir tíma sinn. En ekki nóg til þess að hoppa upp sæti hins vegar. Við munum vera næstur yfir línuna. Þetta er Sigurgeir Lúðvíksson ansi líklegur til þess að vera að koma hérna ágætist tíma með þess að kaffibóllin minn, hann er kaffibóllin minn. Koma svo Sigurgeir. Snúðu öllu á hvolf hérna. Gerðu það fyrir mig, skelltu upp í 1. sæti og láttu mig sulla niður draslinni mínu hérna. Nei, ekki alveg svo gott. Ekki á þessum hring allavega, en það er hvað, Viktor. Þetta beint fyrir aftan, hvað gerir hann? Hann skellti sér ekki upp listan. Var þetta Fenrir hana? Já, þetta hefur verið Fenrir. Herðu, Alexander að skella sér upp í 5. sætið. Vel gert. Team GT Akademían hérna, það er vel. Þessum drengjum vantaði eiginlega bara... Þetta var áhugavert. Hann dundraði bara út af. Þetta var bara smá hérna, viltu fá smá tó? Það sem hann gerði. Við erum að setja í... regluð þannig að það sé bara bannað að keyra út af í tímatökum. Þú verður að keyra aftur inn í pit nema þú skemmir bíliðin. Já, þá er bannað að skemma. Jæja. Það er bannað að skemma bílið sem viljandi í tímatökum. Þetta er eitthvað svona sem við þurfum að setja í reglur. Herðu. Gulli skellir sér inn í pit. Hver er næstur hérna yfir línuna? Ætli að sé... Já, ég myndi halda að sé Fenrir. Hann er að stoppa hérna til kant. Hákon Jökulsson. Nei. Hann er með hræðilegan tíma. Eða sko, hann er ekkert með hræðilegan tíma. Heldur bara miðað við tíman hans áður. Á töflunni sem ég sé og þið sjáu það ekki. Það var hann ekki... Þessi hringur er ekki betur en hinn hringurinn hans. Er það sem ég ætla að reyna að segja sko. Hann er með frábæran tíma að öðru leiti. Þegar ekki fyrir megin þetta. Það er bara Aron Breki sem búinn að sníka sér núna í 1:34. Næstur
Yfir línuna myndi þá vera Aron Breki. Það er bara að bæta tíma sinni hérna. Breyting þar á. Og bara ekki löglegur ringur hjá honum. Þá skulum við sjá Sigurgeir. Tímið hans hérna. Komin upp í verri tíma. Böður á Vigfús. Vigfús mun vera næsti bíll yfir línuna. Og Massa. Endilega kikið inn á gta.is ef ykkur langar að komast í einhverja meiri upplýsingar þetta mót á gta.is/mót eða bara gta.is og nota e-sport flipan hann uppi og velja Íslandsmeistaramótið. Alexander Hauksson að koma inn í pit í lagi. Ég held ég var að fara að sjá eitthvað rosalegt. Breki virðist ekki vera að bæta tíma sem Alexander gæti verið að fara að bæta tíma sem svaðalega. Samkvæmt tímatöflunni sem ég er að horfa á hérna, þá er enginn að fara að bæta sig. Gunnar Karl virðist vera í bölvuðu basli með að bæta tíma sinni eitthvað. Gunnar sjáu að hann er að reyna það mikið, hann er alveg að fá ólöglega ringi. Þessi mikið, hann er ekki að ná að koma sér undir þess að 1.35 en það er spurning hvað hann gerir að þessum hring sem hann er á núna. Hákon komið í línuna. Stefán bætti sig ekki. Og spurninga er Gunnar Karl að fara að ná þessu hér. Óhóhó! Já, komið sæl og blessuð Gunnar Karl. Sko, hann rétt sníklar sér fram fyrir Aron Breka sem þýðir að hann er með betri línuna hérna inn í startinu. Eins og staðan er núna allavega. Aron Breki er náttúrulega ennþá út í braut. Kæra fólk, sjáum hérna Alexander bombaði yfir línuna. Hvað gerir hann? Bætir hann tíma sinn, einhver breyting? Nei, ekki svo gott. Þá skulum við bara henda okkur inn í bíl hjá Aron Breki. Aron Breki næri að klára þennan hring held ég, en hann hefur fundið fyrir því þetta var ekki góð hringur. Hann fyrir út af. Hér er Sigurgeir Lúðvíksson. Hann er bara að slá af. Hann er klárlega að slá af. Hann er hérna bara að húkka í vinseldi. Ég held að það sé bara svoleiðis. Ég er svo svara. Við erum að horfa á því í þráðbeinni útsendingu að húkka í vini sína. Það er það sem við erum að horfa á. Þeir eru tveir allavega að fara að bomba þetta yfir línuna, Hákon Jökulsson, og hvað gera þeir? Verður einhver bæting, breyting, eitthvað? Gerist eitthvað? Nei, það gerist ekki neitt. Stefán, fékkst þú eitthvað? Nei, ekki neitt. Er það einhver eftir úti? Nei, það er engin eftir úti. Byrjar einhver gaur að kalla þetta í kallkerfi á einhverju tungumáli sem ég skil ekki. Lægið fyrir í gang. Rosalega niðurstöður. Gunnar Karl rétt ná að stíkla sér upp hann í lokin. Aron Breki tekur annarsætið. Hákon Jökulsson í þriðja. Sigurgeir Lúðvíksson í fjórða sætinu. Alexander Hauksson í fimmta sæti. Fenrir Ponsi í sjötta. Vernharður Rafnas í sjöunda sætinu og svo áttunda, níunda og tíunda hérna Gunnlaugur Vigfús Stefán.
bara að lesa þetta allt saman upp tvisvar, eða það? Ég var að lesa allt saman upp eftir. Svo er það Bjarni Jarl Sigurðsson og Viktor Þórðarsson með svo kallar reka lestina eins og heitir. Herru, ég sé ekki bara aftur eftir smástund þegar við hefjum þessa keppni.
kæra fólk. Skulum fara yfir þessa uppröðun. Rásröð heitir þetta á góðri íslensku. Það er Gunnar Karl Vignisson sem rétt náðast Niklasar upp í fyrsta sæti, alveg í blá lókin. Það er Aron Breki sem er í öðru sætinu. Þeir eru á flegi fara í bakgrunnum hjá okkur en þeir eru bara ein æfingu, eða kælingu, upphitun, hvað sem þið viljið kalla það. Hákon Jökulsson tekur þriðja sætið. Var þetta 0,140 eftir, sjáu þið þetta, fjórða sæti, 213 millisekundum eftir. Þetta munar engu á milli þessara að keppa þetta. Lokaði ég þessu í staðinn fyrir að íta á toggle-takkan. Og let's go. Alexander Hauksson í 5. sæti og Fenrir Ponsi í 7. sætinu. Svo Vernar Ravnas í 7. sætinu. Beint fyrir aftan liðsfélaga sinn. Það að segja sko í línu, hann er sömu megin sko. Hann er ekki í sætinu beint. Allavega Gunnlaugur Ásgeirsson situr hérna í 8. sæti við Rungar Racing. Og hvað er toggle-takkið minn hérna? Það var bara Vigfús Hauksson. Nei. Ó nei. Svona. Ég rakst í toggle-takkan einu sinni nógu mikið sko. Hérna Rungar Racing, Vigfús Hauksson, Stefán Freyr Margrétsson í 10. Bjarni Jarl Sigurðsson í 11. sætinu, Viktor Þórðarsson í 12. sætinu og þar með líkur rásröðin okkar hér í dag. Keppendur eru búinir að koma sér eitthvað fyrir, þetta er ekki infóð sem ég ætla að poppa upp. Þeir eru komnir á stað, það komið grænt og keppendur eru komnir á flegi ferð nú þegar Aron Breki nær góðu startun er að hálka vel í honum Gunnar Karl og sjáu þið Alexander, nei fyrir ekki Vernarður flottum stað hérna beint fyrir aftan Vigfús Hauksson og ná að stinga sér upp aftur Stefán eða smá barð á þetta neðst þeir sita bara þétt hérna beint fyrir aftan strákarnir Aron Breki öðru Gunnar Karl sjáu þið hraðamunin að nút og hvað gerist? Það hefur verið að stinga sér strax að spennan er sturglu hérna Hákon er beint fyrir aftan Aron Breka og langar í þetta annað sæti strax Siggi Lúðsson er beint fyrir aftan Alexander Fenrir Vernarður Fenrir hérna í samlok af strákunum og hvað gerist? Ekki neitt, þeir þéttast bara hópurinn og Gunnar Karl að reyna þarf hann að reyna á næstu ringjum að hrista sig burt frá þessum hóp annars er hann að fara að vera í baráttu allan tíman það geti skemmt fyrir þeim dekk og annað og líka bara komið með hættu sem við höfum séð í fyrri keppnum þar sem að keppendur sem er í 4. eða 5. sæti stingast upp í annað sæti bara út af einhverju smá vesinni sem gerist þetta upp í öðru eða 3. Keppnin er bara rétt að byrja, það eru 38 ringir kæra fólk á Interlagos hefur lengi vel verið bara eina af mínum allra uppáhaldsbrautum ég ætla bara að leyfa mér að búast við sturla spennandi kappaksturinn sjáum hvað Aron Breki er að gera hérna hann er kominn samhliða kemur sér hér vel samhliða er núna með rétt á sinni línu hér í gegn og þeir fara saman Gunnar Karl sýnir mikla mótspyrnu, gefur ekkert eftir og hérna kemur Hákon Jökulsson í togin á Gunnari og græðir á þessu gríðarlegt vel gert hjá drengjunum Hákon vissi nákvæmlega hvar hann átti að staðsetja sig til þess að geta grætt á þessu og einhvern veginn bjó Aron Breki bara til pláss fyrir strákana þarna Hjörðu, hver er að stinga sér hér? Sigurgeir Lúðvíksson gerast Sigurgeir með innri lína en ytri lína en Aron Breki með innri og það er mikið betra að vera á innri hérna og Aron Breki virðist ná að halda þessu nokkuð örugglega fyrir sig Aron Breki í 3. sæti nei, herðu svo er ekki þetta er ekki öruggt Aron Breki er ennþá í hörku baráttu með Sigurgeir hangandi hérna utan á sér nú er Sigurgeir með innri lína og það er eiginlega hálf vonlaust að vera ekki með innri línuna hérna gerir það verkum að Aron Breki mun missa hann fram úr sér það er beinn kafli hér eftir og hérna er draftið sem skiptir gríðarlega miklu máli Sigurgeir er svolítið langt fyrir aftan Hákon svo spurning hversu mikið draft hann fær sérstaklega í því ljósi að Gunnar Karl er beint fyrir framan Hákon og Hákon áttur að fá draftið frá honum tímatablan okkar mun breytast en eftir smástundu þetta sjáu þið draftið kjölsogið eins og það heitir á góðri íslensku þið sjáu það Aron Breki með gríðarlega mikið að því var á fleyjuferðin eftir Sigurgeir
Hraðasti hringurinn hjá Verna sem í 7. sætinu. Hann þetta beint fyrir aftan strákana og að nýta sér kjölsögi þeirra. Fenrir kominn inn í baráttuna og núna Sigurgeir heldur betur í vandræðum með strákana. Hann komið með hóp af hann komið með 2 af liðsmönnum, liðsfílum, 2 liðsfíla, það sem ég að segja, beint fyrir aftan sig. Fenrir langar í sæti sem Aron í. Þetta óvenjulegt af Aroni, allt sem ég að sjá af Aroni hérna óvenjulegt. Mér finnst Aron að gefa mikið eftir, hann ekki mjög hraður. Allt í einu, hann var öruggur í tímatökunni en síðustu hringir hjá hann hafa verið skelfilegir. Ég veit ekki af hverju hvað að gerast. Það eitthvað að valda því að Aron Breki mjög óöruggur hérna. Og hérna fremst Gunnar Karl. Rétt á eftir honum Hákon Jökulsson og Sigurgeir Lúðvíksson síðan þar á eftir. Þar eru liðsfélagar eftir. Fenrir kominn upp í 4. Vernharður fyrir aftan. Vonast til þess að geta grætt eitthvað á þessari liðsbaráttu inni fyrir framann. Alexander Hauksson, svo Gunnleifur Ásgrímsson hér. Hvað að gerast? Vernharður með framúrakstur hér. Ég ætla að sjá endursýningu af þessu takk. Bremsar mikið setna en þeir stingu sér innri línuna og tekur þetta bara clean. Mjög hreint og flott hjá honum. Og hérna baráttan ennþá, Fenrir og Vernharður Rannars. Og það Hákon enda fremst, hann að gera sókn að Gunnar Karl sem gerir þetta erfitt fyrir Gunnar Karl. Það hvergi þéttar að setja heldur en hjá þessum 2 drengum hér. Fenrir baráttu við Venna. Vennin að koma sér inn fram úr. Hann að áætla sér næsta takmark. Nú spurning hvort að Fenrir ná að halda í honum, hangi í honum. Eða hvort að Venni náðu bara að stinga sér upp listan og fara beint í árás á Aron Breka. Þá spurning sjálfstraustið að fara að koma aftur í Aron Breka. Ég held ángríns að sjálfstraustið á Aron Breka hafi horfið þarna á. Það gerðist eitthvað. Ég veit ekki hvað. En hann misti allt og alla fram úr sér og gaf bara allt eftir. Vanalega þegar ég tala Aron Breka þá segi ég að hann gefi ekkert eftir. En hann gaf allt eftir þarna. Minna cockpit kam í framúrastir fight frekar í endursýningu, vantaði að sjá sníkið hjá Hákoni fram úr Aroni úr yfirlitsmynd. Erum við að tala í startinu eða sníkið frá Hákoni. Herri, þetta bara að gerast beint fyrir aftan og ég bara eitthvað að lesa texta hérna. Vernharður Fenrir gera árás. Alexander Hauksson kominn inn í baráttuna beint fyrir aftan. Gunnleifur Ásgrímsson, rallymeistarinn sjálfur, situr og horfir á þetta allt saman að gerast. Sjáu þið Fenrir nær að stinga sér á innri. Venni gefur ekkert eftir. Venni þarf að fara að losna úr þessari baráttu eða þá Fenrir þarf að losna úr þessari baráttu og komast burt. Nú rétti tíminn fyrir Alexander að gera grimma atlegu á Fenrir og hrista hann af honum. Venna þá líka spurning að rallymeistarinn gerir beint fyrir aftan. Gunnleifur Ásgrímsson barátta hérna neðst. Það bara milli vina. Hraðasti hringsetur Aron Breki. Þetta er Mustang. Það mást að vera með öryggisbíl.
Bernharður reynir að hanga þetta yfir á vinstri. Jótar barist hérna Fenrir og Venni. Erðu honum fipast eitthvað til honum Fenrir. Sjáu þið hvað gerist. Gunnlaugur kominn algjörlega ofan í þessa stráka. Reynda líka bara með afbúða góðan tíma, verður að segjast. Allir strákutur við framan í 36 eitthvað en hann í 35,9. Þannig að hann svona hálfri sekundur hraðar en þeir allir á síðasta ring. Það sennilega aðalega þessi barátta sem var að valda þessum vandræðum fyrir hinna strákana. Þannig fyrir þeirra detti 36 sekundur og það meina ég besti ringurinn hjá þeim eða síðasti ringur, verður þetta sagt. Hérna Bernharður með Fenrir að reyna að stinga sér. Sjáu það er barátta þarna fremst líka. Ég er bara svo upptekinn af þessari baráttu. Hvað er að gerast? Við viljum ekki sjá þennan. Hákon er ennþá hangandi í Gunnari Karl. Herðu, hérna koma þær inn beinakaflan og hérna ætla Hákon mögulega að gera einhvers konar árás. Ætla hann bara að líma sig ofan í hann. Já, hann ætla bara að gera það. Hákon hangir þarna. Hér er Bernharður og Fenrir. Fenrir kemur sér á innri línuna. Venni er satt með ytri línuna hérna. Hérna kissa þér dekkina aðeins undir einhvern annan. Hvað ætlaði að gera? Ætlaði bara að halda þess áfram, strákar? Nei, ok, gott. Jesus. Hætti þessu, maður. Það svarið. Ég er farin að úða úr handakringunum á mér hérna úr svita. Og ég er ekki einu svona að keyra, sko. Oh my god. Beint fyrir fram og langfremstir en Hákon gjörsamlega hangir í Gunnari sem gerir þetta opaslega erfitt fyrir Gunnar að fara hratt. Hann þarf alltaf að verja einhverja línur og hérna rétt fyrir aftan er Aron Breki. Það var nú gaman að sjá munin á tímunum hérna hjá þið Hákon. Hvað er hann að fara að gera? Er hann að fara að gera eitthvað? Er hann að fara að gera ekki neitt? Fenrir hérna í sexunni, hvað er hann að fara að gera? Það er einhver barátta hér. Fenrir á slæma beygju þarna. Vennin, hann er að hætta í hliðina á mér að stýra hann að halda einu megin og við heldur bara að beygja í hliðina á mér. Áhugavert. Ég er ekki að fá neina incident hérna skráð á þessa drengi fyrir þessi snertingar sem er að tala hérna. Ég er alltaf ekki að fá neinar tilkynningar neinar snertingar í mínu forriti. Þetta er bara hurfallir í smástund. Jesus. Hvað er að gerast? Netið á mér að krassa hérna. Hvað er að gera? Hvað eru strákarnir hérna fremstu? Topparnir. Fyrsta og annað sæti er 8 hringir liðnir af 38 hringjum, kæra fólk. Svo það er ekki neitt. Hérna koma þær inn beinakaflan. Hendum okkur inn í bílhjónum Hákon. Sjáu hann sogast upp að Gunnari. Hann er farað inn í fyrstu beygina. Þetta er oft framrækstu spegja sem er að fara inn í hérna núna. Það getur verið erfitt að ná að komast hratt hérna í gegn. Ef maður gerir bara örlítil mistök þá er maður búinn að tapa 200-300 millisekundum
Það sko feiki nóg fyrir mann til þess að taka fram úr sem svona beint fyrir aftan. Það er lítið annað sem að Hákon getur gert núna en að læra bara á Gunnar. Það er algjör óþarf að gera mikið á árásum. Ef hann er mikið að ráðast á Gunnar núna, reyna að tróða sér fram úr, þá er bara hægt á að þeir fái Aron Breka og restina í baki á sér og það er ekkert betra fyrir þá. Nú er rétti tíminn fyrir þess að tvo að reyna að vinna svolítið saman, koma sér burt frá honum Aron Breka. Það er líka nóg að gera Aron Breka, Sigurgeir Lúðvíksson inn að beint fyrir aftan hann og er að reyna að tróða sér fram úr. Hér er Vernharður Rafnas í 5. sætinu með Fenrir Ponzio fyrir aftan sig og Alexander þar fyrir aftan. Það er áttur að reynast erfitt og stressandi fyrir hann Fenrir. Næstu mínútur og næstu ringir ef hann fær ekki að fara að koma sér fram úr honum Venna. Það sem segir mér að hann Venna ætla hann ekki að hleypa neinum fram úr sér með hvað hann er búinn að gera hérna í dag. En það er Gunnar Karl sem leiðir þessa keppni. Það gera allan tíman með Hákon hérna beint fyrir aftan sig. Ég held að Hákon sé bara að reyna að læra. Reyna að finna einhverja leiðir, bíða eftir einhverjum tækifærum. Reyna að stekka bilið. 1 sekúndu forskot er fljótt að fara ef að menn fara í baráttu. Leið og Hákon byrjar að slást við hann Gunnar af einhverja alvöru. Leið og hann byrjar að reyna að tróða sér og stinga sér, þá byrjar Gunnar að fara verri línur og til þess að reyna að blokka Hákon. Þetta fer allt. Þeir munu bara tapa gríðalegum tíma mjög hratt. Herðu, Fenrir í brjálari baráttu hérna á hann Aron Breka. Nei, á hann Venna. Hann er með innri línuna. Nær að koma sér fram úr. Fenrir Ponzi kominn fram úr Vernharði. Vernharður grimmur og reynir að stinga sér þetta inn. En á ekkert í þetta. Og Fenrir einfallega bara hraðar hérna út. Vernharður Rafnas búinn að keyra gríðarlega góðan kapastur þetta beint fyrir framan og tróð sér vel fram úr hana því sem ég sá. Ég sá ekkert slæmt vera að gerast en það getur nú verið bara eitthvað hikst og vesen. Ýmislegt hefur gerst. Meðan við hikstið sem kom í kjölfarið allavega þá gæti það vel verið. Hér er Alexander beint fyrir aftan. Stefán Freyr Margrétarsson. Örstutt fyrir aftan á drengina. Vigfús Hauksson og Gunnlaugur Ásgrímsson og Bjarni Jarl og Viktor Þórðarsson og nú skiptum við yfir á popbaráttuna og svo skiptum við yfir á þessa baráttu aftur. Þetta er að fara að vera helsta baráttan hjá okkur í dag, sé ég. Það er hann Venni og Fenrir og Alexander sem ætla að vera með sjóið fyrir okkur í dag. En reyndar er hér að gerast eitthvað, mögulega kannski. Nei. Nei. Jepp, eitthvað að ske. Sjáið Fenrir. Grimmur. Stingur sér þetta inni. Þetta er skemmtilegt. Ég er mjög gaman að ekki strákar. Haldið þess áfram. Meira svona. Hver bremsar setna? Þeir bremsa eiginlega á sama tíma. Það var ansi vel gert. Fenrir mjög grimmur þarna utan á. Nú er bara Venni með betri línu inn. Næstu búinn að skilja eftir galopi fyrir hann Alexander til að stinga sér hérna. Hákon búinn að missa Gunnar 500 millisekúndur frá sér. Það er ansi mikið meðan við það sem hefur gengið á hingað til. Svo spurði hvort það bara stýrist ekki á næsta beinakafla. Jújú, það gerist. Sjáum við það. Á sama tíma ætlum við að skipta yfir á hérna. Fenrir stingur sér í ytri línuna. Þeir eru að snerta dekkjum utan einhvern annan eða það er bara einhver vitleysi í gangi þetta, stokkar. Fenrir er að reyna að ögra honum Venna eins og hann getur. Og Venni haggaðist ekki. Hann haggaðist ekki. Mistir alveg af Aroni taka fram úr Sigurgeir áðan. Misti á því. Ó! Fenrir! Bittu nú við!
Það er svo gott að hafa einhvern annan í það núna til þess að róta í replay-hrúni. Oh my god, sjáu þess að stráka, þetta er geggjað kappakstur. Já, venni stingur sér allar, sko, ekki að gefa þetta eftir. Þetta er gullfallegur kappakstur í ásum drengjum. Þeir eru alveg limdir ofan í öðrum. Þetta er geggjað. Mjög gott. Hefðu, hvað segir þið? Ég misti alveg af Aroni taka fram úr Sigurgeir á hann. Þannig er listan. En eins gott að ég missi ekki einhverju núna. Jú, ég er að fara að missa einhverju núna. Það er það sem er að fara að gerast. Dup. Nei. Það dugur ekki. Þessi sko. Hvað er að gera? Ok, já, hlé. Ég veit það ekki, ég veit ekki hvað þetta var, kæra fólk. Ég veit það ekki. Sáuðu þið ég var að horfa á... Ég get svo svara, ég er ekki búin að koma við þetta Stream Deck. Það er bara ekki tölva hana, þetta er tölva nr. 2 sem var bara með draug í sér. Jesus, herðu, hvað, mistuð af? Ég fann replay á hann, mistuð af replayina af Aroni Brekka taka fram úr. Náðu þið því? Jesus Kristur. Chat. Náðu þessu. Ég sá hérna Aron Breki Valgeirsson. Horfum bara á þetta endursýninga. Hvort sem er ekkert spennandi að gerast á þessari keppi hjá okkur. En það er hérna sem Aron Breki nær að stinga sér fram úr. Já, horfa á útsendingatöluna. Nei, hún er bara ennþá. Sjáu þið, Aron Breki nær bara að sníka sér vel fram úr og er bara öruggur með þetta. Svo gott sem frá með núna. En það var þá þannig sem að Aron Breki náði að stinga sér upp í 3. sætið. Hann er þar ennþá. Eins og ég sagði það áðan en ég held að hafi verið staðið hlé á skjánum. Já, það er ekki hlé lengur. Betur verð. Hringdi Hinrik í mig og lét mig vita að þetta væri komið í rugl. Sjáu þið hvað er að gerast þetta fremst. Bara bim, Hákon Jökulsson. Búinn að soga sig ofan í Gunnar Karl. En það sem er óþægilegt fyrir þessa stráka er þetta beint fyrir aftan á. Er Aron Breki. Nú vil ég sjá tímana. Síðustu tímar hjá Hákon eru 35, 7 og Aron Breki 35, 4, 5. Hann er búinn að vera 6 á hann síðustu 2 hringi. Vernharður og
Fenrir er ennþá í brjálæðri baráttu. Sjáið Venni þefar hann af honum. Sko þegar ég sá að það stóð hlé áðan, þegar Sunnarós var að spurja hlé, þá var ég bara, já, það væri mjög gott að fá hlé. Ég var reyna bara að tala út í lofti, það var enginn að svara mér. Ég vissi ekki að það hefði komið hlé, ég veit ekki hvernig þetta getur að gerst. Ég þarf alveg að teygja mig yfir borðið og íta á takka á öðru streamdekki. Ég veit ekki, eitthvað gerðist, en allan er kappastur í gangi þetta og sjáiði Venna vel merturinn á bílnum. Vernar Rafnars er að stinga sér fram úr, nær hann að halda þessu eða hvað, þetta er bara spurning hvað hann Aron Breki nær að gera. Aron Breki nær að bremsa örlítið setna og halda sér þarna nei, Aron Breki, Fenrir Pansi segi eins bílum, afsakið þetta fremst. Býttu nú við þeir eru sko, þessi strákar eru búin að vera núna að berjast í 10-15 mínútur stanslust, bara algjörlega ofan í hver öðrum, skiptast á sætum hægri vinstri. Hei hvernig er toppbaráttan hjá okkur? Virkar það ekki? Jú, það virkar. Sjá, ok, baráttan fyrsta sætið var allt í einu að gjörbreytast og það er allt í einu 4 bílar sem eiga séns að við sjáum þið. Aron Breki mættur aftur upp í toppbaráttuna og búin að koma sér upp í annað sætið, ítir Hákonið út, löglega, ekkert ólöglegt, en hann er svo sem næri ekki að halda þessu, en beint fyrir aftan er Sigurgeir Lúðvíksson, liðsfélagi Hákons. Hvað er þyrla núna? Ég vil fá þyrlu, bara eitt var að blimp, var að beint upp í loftið. Núna byrjar að rimka aðeins fyrir honum Gunnari Karl. Baráttunum annars sæti allt í einu bara að rjúka upp. Það er annarkvort hirðir Aron Breki þetta sem allra fyrst og nær svo að koma sér upp á eftir Gunnari Karl. Eða þá Gunnar Karl nær núna að búa sér til nógu stórt bíl. Sjáuði tímann sem er að myndast hérna á milli. Það er að stekka bílið Gunnar á fullu á meðan að Hákon ver eins og markmaður. Það er besta sem ég dætti að segja. Hvað kom fyrir Gulla? Var hann alltaf P10? Góða punktur. Bjarni, það er slæmt. Hvað gerist hérna? Þetta er röng átt. Oh my god, sjáuð Aron Breka. Ég vil fá betri myndavél strax. Hákon, ég veit ekki hvað grafíkglitch gerist alltaf í þessari beygju. Komin upp á bílinni á Aroni Breka. Nei, við ætlum allt í einu slætuðu við út af bílnum hans. Það er svo heitt. Allt og heitt. Gunnlaugur er búinn að veðja að það yrði rigning í þessari keppni. Ég var búinn að lofa ykkur því að það yrði rigning á einhvern tímann á tímabilinu og núna er bara ein keppni eftir. Þannig að það ætti að segja ykkur eitthvað.
keppni eða umferð 3 er eftir. Eftir að halda hana. Já. Jæja. Það er Fuji. Hringir eftir af þessari keppni. Gunnar Karl er örlítið búinn að stækka bilið síðan ég nefndi þetta viku síðast að núna þurfa strákarnir að passa upp á það að Gunnar Karl komist ekki langt í burtu. Þeir verða að halda í hann. Aron Breki má eiginlega ekki berjast of mikið í Hákon því að ef þeir missa Gunnar frá sér þá er hann að bara hirða fyrsta sætið auðveldlega. Við séum hérna lastlappjaðum öllum til samanburðar. Sjáu þið hérna. Er eitthvað að fara að gerast? Fáum við einhverja keppni núna? Hann er eitthvað aðeins að sína sig hann Aron Breki. Bilið í Gunnar Karl búið að minnka aftur. Aron Breki finnur þefinn af öðru sætinu sko. Hann er búinn að finna hann lengi. Verðinarður hér í 5. með Fenrir beint fyrir aftan sig. Inn á beinakaflan eru við komnir Aron Breki og Hákon. Það er þetta sem að Aron Breki ætlar að stinga sér fram úr eða hvað. Já, hendi sér þetta vel en hann er með svo hrikalega línu sem að Hákon skildi eftir fyrir hann. Hann missir bílinn örlítið, það er bara malbyggið hallar öðru sig þarna sem Aron Breki þurfti að fara. Fullkomlega lögleg varnarlína hjá honum Hákon myndi ég halda. Erðu 6, P6, let's go. Bara þetta hérna. Koma svo. Fenrir í þessari Kitsch Akademíu samloku hérna. Black Ice Racing er áleggið. Hvað gerir hann hérna? Ég hélt þetta myndi bara illa. Það hafi bara ekkert komið fyrir Gulla. Jú, býttu. Það gæti eitthvað hafi komið fyrir Gulla. Jú. Gulli sneri á hann. Gulli, þú getur þakka Bjarta Sigurðsson fyrir að þetta kom í endursýningu. Herðu, það er bara barátta hérna. Baráttan 8. sætið. Stefán Freyr er að keyra varnarakstur hérna. Eins og hér. Þessi tveir eru búin að vera að klöngrast í hvort öðrum stanslaust með Alexander hérna beint fyrir aftan. Hvor fer hraðar út úr þessari beygju. Það mun vera... Nei! Byttunum við! Fenrir missir afturendan! Fenrir missir afturendan sinn! Vá! Hvað keppnisstjórn var snögg! Vá! Það var rosalegt! Þetta var... Slysinn gerast og þarna er eitt af þeim. Ég þarf að fá endursýningu. Hver er þetta? Hérna. Bam, 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 bam. Fenrir missir afturendan þegar hann fer yfir körpið. Smallar þetta inn í hliðina á honum. Einu snenn.
Missir afturendan hana. Bank. Skilur Fenrir eftir í. Býtum við þá Venni kominn með black flag. Venni fær incident black flag. Þannig að Venni fær fjögur atvikastig fyrir þessa snertingu sem að kemur honum upp fyrir atvikastigs hámarkið. Veldur því að hann þarf að fara inn í pit og pegir á það af sér. Fenrir með 14 og hann má fá 15, þannig að bara eitt atvikastig viðbót og þá er Fenrir komin inn í pit líka. En Venni var búinn að safna sér inn nokkur aukalega áður en þetta gerist. Nú erum við að missa einhverju framræstir hér. Þetta kom í skoðun. Aron Breki vel laus þarna. Aron Breki. Sjáu þið Vigfús. Sjáu þið hrútinn Vigfús. Komin upp í 7. sæti hérna með 2 hákarla beint fyrir aftan sig. Ég svona peppara því hann þokkalega nýr keppandi hjá okkur sko. Hann var bara búinn að taka 1 eða 2 keppnir. Við höfum ekkert séð hann áður. Á undan því þarf að segja. Og núna hann í 7. sætinu með 2 grjótharða beint fyrir aftan sig. Gunnlaugur Ásgrímsson og Stefán Freyr Margrétarsson. En við ætlum að fylgjast hérna með Aroni Breka. Sérðu, hann að missa sigurinn. Nei, fyrirgefið, hann að berjast við Hákon Jökulsson og reyna að tróða sér fram úr honum Hákon Jökulsson. Hvar Venni, já, ok, að koma sér út úr pittinum. Venni hafa verið óvenjulega lengi í pittinum. Pit lane, 2 mínútur. Box. Áhugavert. Átta hérna, bam. Þetta bara það í gangi. Þetta Stefán Freyr Margrétarsson og Gunnlaugur Ásgrímsson í hörkubaráttu sem að gera Vigfúsi kleift að stinga bara af og koma sér í burtu. Og meðan þessi 2 berjast það hvor ætlar að sitja í 7. sætinu fyrirgefið. Vá, þetta er bara dus. Gunnlaugur grjótharður skandi sókninn og Stefán ekki að gefa neitt eftir. Það bara að vera fyrir. Og meðan trítlar Vigfús Hauksson í Hrúta Racing burt. Herðu, nú ég að missa einhverju gerast þetta. Þetta hörkubarátta. Vernharður hefur stoppað í pittinum þegar hann með drive-thru penalty. Hákon setur pressuna á Aron Breka. Þeir skiptast hérna á því að vera í öðru sætinu. Og fyrir aftan á Sigurgeir að bíða eftir annar að gera mistök. En sjáu það, á sama tíma hann Gunnar Karl búinn að stækka bilið upp í 3 sekúndur. Sem gerir þessum drengjum ansi erfitt fyrir að koma sér upp í 1. sætið. Ekki lítur að vera erfitt að vera Aron Breki núna í þessari samloku. Þetta það sama og Fenrir var að díla við áðan. Það var bara, ég get sagt ekki mjög liðið.
Hann algjörlega saman þjappaður inn. Og Gunnar kallir, hérna smá Kávík á sjáiði. Þetta erfið aðstæða að vera í. Gekk vel, eiginlega bara miklu betur en ég hefði þorað að vona. Sko Sigurgeir, sjáiði, læsir sig hérna fyrir aftan liðsfélaga sinn. Þetta svo tæft. Virkilega vel ekki hjá þessum drengjum. Vill nefna það við ykkur að það aðeins einn keppandi í augnablikinu sem með 0 atvikastig. Ég ætla ekki að segja ykkur hver það ekki alveg strax, af hræðslu við það að einhver utanaðkomandi hvísli því að öðrum keppendum og þetta geti valdið einhverjum breytingum eða bara einhverju, ég ætla ekki að láta ykkur vita strax, en það einn keppandi í augnablikinu sem með 0 atvikastig. Hérna Sigurgeir að setja pressu á Aron Breka og nær að komast þetta vel fram úr og þykir að mér þykir hann mjög öruggur núna. Þetta heitir að vera alveg kominn fram úr. Fenrir, býttu niður, hér árekstur í gangi. Leið og við fáum upp niðurstöður úr síðasta árekstri, þá gerist annar. Spólum við náðist tilbaka, sjáum hvað gerist. Fenrir allan að fara refsingu fyrir atvikið áðan. En hvað að gerast hér? Sigurgeir missir afturendan aðeins. Aron Breki endar hann í hliðina á honum. Þetta ekki driftbraut, Sigurgeir. Já, skíturinn skeiður. Þetta ennþá smelt á þetta, leið mér að snúa. Halló. Alla. Aron Breki og Sigurgeir ennþá í baráttu. Þetta hafði ekki mikil áhrif að öðru leyti. Sigurgeir misti sætið sitt og hvernig lítur splitterinn, spoilerinn, já, hann í góða lagi. Hérna kemur Sigurgeir aftur. Það var komin úrlausn á hinu málinu. Fenrir fær refsingu og setur því með svart flagg á sig núna. Aron Breki. Sigurgeir ennþá í brjálæðri baráttu. Fenrir kominn inn í pit. Hún var alveg spurning að Fenrir nái halda 10. eða hvort að Venni ná að koma sér fram úr. Það væri allan að sanngjarnt að Venni myndi koma sér fram úr, en það þýðir ekkert endilega að það gerist. Refsingar virkar ekki þannig, hann væri bara ákveðna tímarefsingu og svo bara spurning. Venni. Nei, hann ekki að fara að ná þessu. Hvað, þeir bara að fara að setja í... sjáðu samt, hérna Sigurgeir og
Aron Brega. Hér Fenrir. Hér Gunnar. Hér Alexander. Venni stoppaði náttúrulega inn í pitt alveg í 2 mínútur, þannig að hann hefur tapað gríðarlegum tíma á því. Hákon Jökuls nokkuð frjáls hér og hann bara í sókn á Gunnar Karl að reyna að sækja á hann. Þeir voru þarna einhverjum 3 sekúndum fyrir aftan áðan. Mér sýnist nú, býttu nú við, hver munur á tímanum hérna? Hákon búinn að vera með 36, 35, 36, 50, Gunnar Karl búinn að vera talsvert hraðari í síðustu hringi. Aron Breki hérna rétt fyrir aftan, það er 10 hringir eftir af keppninni, kæra fólk. Örlítið búið að dreifast úr hópnum hjá okkur, en spennan er samt sem að var ekki búinn. Það var bara örlítil mistök hjá einhverjum þessum einstaklingum hérna og þá er allt búið að breytast aftur. Það mér langar að ykkur á Vigfús hérna í Hrútar Racing. Það standa sér frábærlega í þessari keppni. Og er núna með Stefán hérna á hælanum á sér. Leiðin inn beinakaflan. Stefán virðist gera sig sýnilegan hérna inn á vinstri. En á sama skapi er eitthvað að gerast í 4. sætinu. Ég er alveg að fara að skipta okkar, skiptum þangað. Hér séu ekki Lúðvíksson að reyna að koma sér upp í 3. sætið. Sjáu þið, Aron Breki missi bílinn hann örlítið á sama stað og Sigurgeir misti sinn á hann. En hann mista bara ekki jafn mikið. En eins og ég segi, það getur allt gerst. Nú er dekkin orðin ekstra slitinn hjá mönnum. Brautin er dálítið heit. Sjáu þið, Aron Breki er að dansa þetta svo möguleikin á því að hann sé að steikja dekkin sín meir en Sigurgeir gæti alveg verið stór. Og það þýðir að Sigurgeir á séns að komast aftur að honum. Það eru 9 hringir eftir og það er nóg eftir í þeim málunum. Hérna gerist það. Sigurgeir Lúðvíksson inn á leiðinni, inn á beinakaflan. Kemur sér samhliðan Aroni Breka hér. Baráttan er 3. sætið en Aron Breki bremsar örlítið seinna að næra að halda sínu sæti. Og þeir byrja á hring númer 30. Sjáu þið. Það er ekki pínu lítið gefið eftir hjá þessum drengjum. Enn og aftur erum við komin inn á beinakaflan. Og það er einhver barátta í gangi. Þetta er það sem ég elska við Interlagos. Það er alltaf kappakstur hér. Svo fáum við annan beinan kafla hérna og
Sigurgeir ætlar að reyna að nýta sér þetta. Aron Breki veit vel hvað hann á að gera, það er að loka innri línunni hér inn því að hún er mikið hraðari. Það verður gríðarlega erfitt að halda jafnvægi þegar maður er á ytri línunni þannig að skulum við kíkja á Sigurgeir, hérna sjáum við að nei, Stefán Freyr fyrirgefið, þetta er ekkert Sigurgeir. Stefán Freyr sem er hérna í sókn á Vigfús. Vigfús gerði örlítil mistökin í erfiðu beginni. Hvar er Gunnlaugur? Hann er þetta rétt fyrir aftan. Og hér er grimmt barist. Stefán Freyr og Vigfús Hauksson. Það er ekki búið að ákvaða hver í hvaða sæti hér en Stefán Freyr nær að stinga sér fram úr. Hann er búinn að vera að hanga fyrir aftan hann núna heilengi. Það gerðist hjá gullanum okkar. Hann var að það í baráttunni með þeim rétt á hann. Póti Sepp segir þvílíkur kapastur, já, þvílíkur kapastur. Ó, sjáu þið, hann reynir. Nær hann að halda þessu. Halló. Beigjan er þarna, sko. Vigfús verður aðeins og vítt að hann gefur Stefáni örlítið of mikið pláss. Gerir það verkum að Stefán er að stinga sér fram úr en hér er baráttan þriðja sæti ennþá grjóthörð og grimm. Aron Breki situr í þriðja sætinu. Sigurgeir er að reyna allt sem hann getur. Að reyna að koma svo fram úr en það bara reynist erfitt. Í bíl hjá honum Viktor Þórðarsson í 11. sæti, hann er að hleypa fram úr sér strákunum. Sjáu Sigurgeir stinga sér yfir hægri, Aron lokar innri vel en hvað gerist hér inn í beigjunni? Sigurgeir mjög hraður. Þetta er akkurat rétta leiðin til þess að koma út úr þessari beigju nákvæmlega eins og það á að vera gert. Og Aron Breki gerir nákvæmlega það sem hann á að gera er að halda innri línunni lokari. Sigurgeir reynir. Það dugur ekki til, nú er Fenrir kominn með 15 atvikastig sem gerir það að verkum að Fenrir þurfti að fara aftur inn í pit. Og hvað? Fenrir brenni í pit, ég held að Fenrir sé bara farin út. Hann er komin upp í 15 atvikastig, farið fyrir það akstur í gegnum pitinn. Hann verðist bara hafa stoppað inn í pit og stoppað þar. Aftur komið inn á beinakaflan. Það er helsti framúrakstur staðurinn hérna. Helviti stýrið datt af borðinu. Fenrir er búinn að missa stýrið af borðinu. Hann er væntanlega að herða það bara aftur niður. Komum sér út, sjáu þetta, hvað getur verið nálægt hverjum öðrum.
Æ, nei, Sigurgeir missir hann. Allra versta við þetta er að núna engin barátta fyrir okkur til að horfa á. Það það allra versta við þetta, sko, fyrir okkur hinn, sko. Við skulum bara sjá. Nei, þetta er alls ekki það sem ég ætlaði að gera, sko. Ég ætlaði bara að fá þetta, svona, já. Kemur þetta á 9. ferðin og hérna missir örlítið afturendan og þar með er hann bara farinn. Hörðu, kapasturinn er ekki búinn, kæra fólk. Ó nei, hér er Gunnlaugur Ásgrímsson, Vigfús Hauksson og Stefán Freyr Margrétarsson og baráttan er 7. sætið. Þetta er ekki búið. Það eru 4 hringir eftir. Þrátt fyrir að Gunnar Karl leiði þessa keppni í augnablikinu og búinn að leiða hana allan tíman. Hákon Jökulsson er 5 sekúndum eftir og er sennilega að fara að tryggja sér það því að 5 sekúndum eftir honum er Aron Breki búinn að vera í brjálaðri baráttu í Sigurgeir Lúðvíksson sem situr hér í 4. sætinu núna og rétt á eftir honum er Alexander Hauksson. Já, hann er reynda bara rétt á eftir honum. Nú er alveg spurning hvað getur gerst hér á milli þessara drenga. En hérna rétt fyrir aftan þessa drengi er Stefán Freyr Margrétarsson og hælanum á honum er Vigfús Hauksson og hælanum á honum er Gunnlaugur Ásgrímsson, rallymeistarinn sjálfur. Og hérna kemur hann með góða dífu fyrir allt og seint á bremsuna, stingur sér hérna hút, virkilega vel gert hjá Vigfús bara, ég vil fá að endursýningu út í bílnum hans Vigfús, Hérna kemur hann, fer á bremsuna, sér að, mjög, nei! Hér verði einhver mistök, leið og ég skipti yfir og Vigfús verði einhver mistök. Nei, missir hann og bara yfirstýrir í leitað, gripi, eitthvað. Hvar er ég? Hérna, nei! Ég skipti yfir á Gulla og þá er Gulli að missa bílinn. Gunnlaugur Ásgrímsson sem var í bullandi sókn hérna á hann Stefán Freyr Margrétarsson kemur þetta inn í beygju númer 6-7 eitthvað, missir afturöndan hér og á undan trítlar Stefán Freyr Margrétarsson nokkuð öruggur núna í 7. sætinu. Ja, það segi ég aðeins of snemma. Er ekki? Tímatablan á eitthvað eftir að jafna sig sýnist mér. Já, Vigfús Hauksson er þetta rétt eftir honum Gunnlaugi. Það er það sem er að gerast. Hvað þá með Alexander? Alexander í 5. sætinu er komin í hörku baráttu hérna við hann Sigurgeir Lúðvíksson 4. sætið. Hann að skipta við venna liðsfélaga sinn, sjáu þið. Besti ringurinn hjá honum er 35 og síðustu ringir hafa verið 35, 36 lágar. Svo hann á vel skilið hérna topp 3 sæti. Og svo það sé nánast ómögulegt með að við það hvað Aron bara ekki langt undan en allavega ég myndi segja að þeir séu þarna þeir topp 5 í augnablikinu. Þeir eru allir skilið að vera, já það vantar reyndar Fenrir og Venna inn í þetta reikningsdæmi. Þeir varu þarna inn í topp, þeir eru allir þessir keppendur. Þeir sem eru núna í 1. til 5. og svo Venni og Fenrir, þeir ættu allir skilið í augnablikinu að vera í topp 3. Baráttan er bara hörð. Beinakaflan. Komaður Alexander rétt fyrir aftan Sigurgeir. 1 hringur eftir, 2 hringir eftir fyrirgefiði. Þegar við förum inn í þennan hring. Nei, næsta hring sko. Jep, það er svoleiðis. Kíkjum yfir á Gunnar Karl sem við lítið fengið að sjást hérna. Hann er bara að vinna, langfremstur. Það er gert, það er að klappa fyrir þér. Mjög gott. Nú standaði fárlega vel í allar þessari keppni og tímatir eru
Já, þið sjáuð, ef að þeir væru, strákarnir, væri hinnir algjörlega límdir ofan í Gunnar núna, þá væri Gunnar í baráttu. Hann væri að slást við þá. Gunnar búinn að halda einhverjum 4, já, hann meira sem búinn að missa lítið á Hákon. Þannig að Hákon að sækja á hann, en það dugur nú ekki til, ekki nema Gunnar gerir einhverju stórvægileg mistök núna á þessum hring. Fylgjast með hér, baráttunum 4. sæti er hörð ennþá. Það er Alexander Hauksson að reyna hérna á Sigurgeir. Stingur sér á innri, Sigurgeir gefur honum allt plássið sem er til á brautinni. En hvað þýðir það inn í þessa beygju? Þeir svo gott sem samhliða þetta inn. Gunnar Karl er að koma inn á síðasta ringinn. Við hefjum hér lokaring. Á lokaringnum og hér er Sigurgeir og Alexander. Hvað er Sigurgeir að Já! Sigurgeir opnar þetta fyrir honum Alexander. Alexander fyrir aðeins og grimt inn í þessa beygju. Og hér, hér er snerting. Nei, það gerist. Guð minn góður, kæra fólk. Það gerði svo gott sem ekki neitt. Það er örlítil snerting út úr 3. beygju eða hvað hann heitir og inn í 4. beygju fara er Alexander nær að halda forystunni. Við erum á síðasta hringnum. Baráttan er 4. sætið og Alexander í augnablikinu er að halda því eftir 4 hringi af grimmri baráttu. Gunnlaugur og Vigfús báðir komnir upp í 15 eða meira atvikastig, svo báðir komnir með svart flagg á síðasta hring, svo þeir geta ekki klárað svarta flaggi, svo þeir munu fá refsingu frá keppnisstjórn, frá iRacing fyrir það að vera með svart flagg þegar þeir klára keppni. Þetta mun breyta því að Bjarni mun hoppa held upp sæti. Alexander Hauksson nær að stinga sér fram úr en hann kemur inn á beina kaplan og þetta bara, það mun Sigurgeir er ekkert að fara að sækja á hann úr þessu, svo það er geitin Gunnar Karl Vignisson sem sigrar 7. umferð í Íslandsmeistaramóti í hermikapastri 2026. Í öðru sæti er Hákon Jökulsson og í 3. sæti er Aron Breki Valgeirsson. Bittu! Nei! Hvað gerðist? Hvað gerðist? Endursýningu, takk! Endursýningu! Hvað gerðist? Jú, ok, jú. Þeir kláruðu svona. Alexander nær, ég held ég að séð eitthvað. Ég held að Sigurgeir hefði náð honum að í blá endan. Hér er Vigfús og Gunnlaugur. Þeir eru að fara að klára keppnið. Þeir eru með svart flagg. Svo hvað þýðir það fyrir þá? Munu þeir vera að sparka niður listan? Ég veit það ekki. Hérna. Hér er Gunnar Karl að taka fagnaðarspóli sitt eftir sigur í 7. umferð í Íslandsmeistaramótinu í hermikapastri 2026. Aðalbón Racing spólar þetta í kringum, gerir þessa fallu kleinu ringi í brautina fyrir okkur. Hákon dillar stýrinu sínu, bittu við. Hér er komið í skoðun. Lúðvíksson. Þriðja sæti er Aron Breki Valgeirsson. Alexander Hauksson í því 4. Bara komið í grimma skoðun hérna. Hauksson og Sigurgeir, það er komið athugasemd, þetta er komið í skoðun, við segja bara. Við skulum fá hérna upp niðurstöður.
þýða þessi flögg fyrir Gunnlaug og Vigfús? Gunnlaugur verður þá að náða að hreinsa einhvern veginn flaggið. Eða hvað? Nei, jú. Fór hann bara inn í pitt á síðasta hringa? Gerða það? Er það má það? Ég veit ekki, það má. Það er að mig. Niðurstöður kvöldsins. Ég klukkan. Með lægstu atvikastig kvöldsins eru Gunnar Karl Vignisson og Bjarni Jarl Sigurðsson. Það er Gunnar Karl sem var áðan með 0 atvikastig alla keppnina. Einhvers staðar náði hann að sækja sér í 2 atvikastig. En það gerði hann Bjarni Jarl Sigurðsson líka, svo þeir munu fá 1 aukastig. Það verður bara hér. Viktor Þórðarsson í 11. sæti og Fenrir Ponsi í 12. sætinu eftir leiðinda klúðurinn á hann og þeirra allt fór til illa, en Fenrir búinn að standa þig gríðarlega vel í keppninni og þú munt sjá þá eftir að þú varst meira og minna bara í mynd við strákundir. Þetta var rosalegu kapastur og virkilega gott. Viktor Nóbrein vill afsaka öllum aðdáendum sínum fyrir að gera of mörg mistök. Aukastígi fer ekki heim með mér í dag. Hann hefur náttúrulega oftast fengið aukastígin, þessi drengur. Viktor, hann hefur bara verið pikkað upp, sko. Viktor S. Þórðarsson. Röstísi vs. Aðalbón slagurinn endar ekki hér, segir hann. Mjög gott. Mjög ánægður með það. Slagurinn er ekki búinn, það er ein keppni eftir, keppni sem við ætlum að halda 15. janúar. Og eftir að halda hana, við eftir að fá staðfesta dagsendingu á því og það verður bara tilkynnt síðar, kæra fólk. Kíkjum á stigastöðu eins og staðan er núna. Þá er Gunnar Karl Vignisson búinn að stinga sér upp í fyrsta sætið. Patrekur Magnússon sem mætti ekki í þessa keppni kominn í annað sætið í Íslandsmeistaramótinu, búinn að leiða mótið allan tíman, en eins og staðan er núna situr hann í öðru sæti eftir að hafa fengið engin stig út úr þessari keppni, en það er ein keppni eftir og vonandi að menn geti haldið hana og mætt í hana. Og annars er þetta bara liggjandi hjá honum Gunnar Karl, en svo staðan er núna er stigin hjá honum Gunnar Karl og það er ein keppni, það eru 6 keppnir sem eru haldnar, en einungis 5 af þeim, 5 bestu keppnir hvers keppanda gilda til stiga, þannig að versta keppni hvers keppanda mun vera sparkað út. Svo Patrekur Magnússon, þrátt fyrir að hafa fengið 0 stig fyrir þessa keppni, gæti enn sparkað út þessari keppni og haldið fullt af stigum. Svo ýmislegt sem getur gerst, mjög margt sem getur gerst þetta. Keppnin er ekki búin, mótið er ekki búið og stigin eigi eftir að breyta skriðil og ég hvet ykkur öll til að koma og fylgjast vel með inn á Hermikapparsson pælingar á Facebook, fylgjast vel með inn á Discord rásinu okkar, en aðalega fylgjast vel bara með hérna inn á YouTube rásinu okkar, GT Akademian. Þar koma allar keppninar inn, þið munið fá þar fyrst tilkynningu þegar keppnin er að fara að hefjast. Já, sjáum okkur aftur þegar næsta keppni kemur. Ég held þessi búinn. Þið getið farið inn á gta.is /isl-mod eins og þið sjáuð standandi hérna vinstra megin neðst niðri. Þar getið þið farið og séð allar upplýsingar, bæði stig keppenda og stig liða og allt saman og skoðið þetta alveg seifilið. Ég langar að vera með, hvetja ykkur til að hafa samband og kíkja inn á Discord-drásin okkar. Annars bara þakka ykkur kærlega fyrir í kvöld. Bjarni takk, Viktor takk, Fenrir takk, allir sem tóku þátt í spjallinu með okkur, Valli, Potiseps, Bjarni Sigurs. Get ekki skrollað upp listan til þess að finna fleiri. Þjórnsson, Jónsson, T. Jónsson. Já, alveg rétt. Þórallir.
og fleiri, bara allir. Strákar, takk fyrir og þið öll sem vil hafa það stórfenglegt. Ég sé ykkur næst. Góða nótt.